Sleppurðu þú? Hvernig ætlar eitthvað fólk í Borgarnesi að reyna að breyta heiminum með einhverju litlu podcasti? Ég skal segja ykkur það. Það ekkert að fara að gerast. Hins vegar þetta fólk af öllum toga með alls konar skoðanir sem ég veit hendum bara einhverjum effektum á þetta og klárum hennar svipir. Komið sæl gott fólk. Ég ætlaði að vera með ræðu á þessu ári fyrir það nýja, peppa fólk. Svo lærði ég það að orð ársins 2017 er epalhommi. Já. Okkur er ekki viðbjargandi. Epalhommi? Eru við epalhommar? Epalhommi? Hvað stendur epalhommi fyrir? Er þetta ekki svona hönnunarhommi einhver? Hönnunarhommi? Maður sem girnist kallmenn sem er líka fyrir svona húsgögn og eitthvað svona flott. Okay. Þannig að þessi ræða verður að bíða. Ég settist niður og ætlaði að skrifa hana. Lærði það að orð ársins 2017 er epalhommi. Ég minni. Er það þá bara venjulega stifið? Þá fáum við til þess að koma okkur inn í nýja árið aðalstefið. Eða ekki? Sælir strákar mínir. Já, halló. Gleðilegt nýtt ár. Gaman að vera komin hingað aftur. Já. Nú sagna þess. Það örugglega 3 búin að bíða eftir þessum þætti. Já. Þetta við. 4, klárlega maður. Unnur líka sko. Unnur beður. Hægt og rólega. Já. Heyrðu, við byrjum aldeilis með tækni nýjungum. Já. Aðeins búin að breyta hljóðun á þættinum. Ef þið heyrið ekki, þá erum við með myndavélar. Já, við erum með ekki. Og við erum aðeins að þróa þetta. Prófum að skipta yfir á strákana hér. Já. Já, þetta er alltaf að gerast. Þarna koma þér. Já. Já, náttúrulega, og fólk verður að átta sig á því að við erum náttúrulega í risastóra stúdíun okkar, en við erum bara með svo góðan green screen að það lítur út fyrir að við séum hérna. Það er grænn skjári, þetta er bara til þess að láta ykkur líða betur. Já, þetta er fyrir skattinn, sko. Já, skattinn. Við erum mínimalískir. Já, þú verður lengi líka að edita út allt bergmálið af því þetta, sko, bergmál er svo mikið í svo stóra, mikla rými. Já, takk nefnir sér það. Ég eyði líka, já, það fer bara nótt í að edita hvert þátt, sko, taka út bergmálið. Það er engin bara fítus fyrir það að taka út bergmál. Jú, reyndar. En já, gott að vera komin þessu. Virkilega gott að tylla sér inn í stólinn, góða, á nýju ári. Hvernig leggst þetta í ykkur? Bara frá blöfla. Bara frá blöfla. En við ætlum þannig séð að tala, allir við tölum ekki bara árið sem að leið án þess að og það sem er í það sem að áheyrendur mega hlust sem áheyrendur mega búist við frá hættinum eða? Já, það ekki. Jó. Erum við að gera árið upp? Gera árið upp. Já. Hvað kemur næsta ári? Já, þessu ári. Já. Þessu ári. Eru við með okkar svona ein völuspá? Völvuspá Joe's Dungeon kannski. Hvað gera krakkarnir? Má sjá, tala aðeins í mækingir. Já, hér ég talaði í mækingir. Þannig ertu, má sjá, tala aðeins meira. Svona. Heyrist eitthvað í þér? Já, ég held það. Ég heyri mér. Það er kannski ég beið mér eitthvað svona frá. Endurstilla. Nú bara endurstilla hérna á stúdíói, sko. Það er ekki á hvernig degi sem að kemur ekki að taka upp þátt. Nei. Egil gat ekki komið. Hann vist byrjar í skóla. Hann er fyrir sér og að skrifa fyrir D.O.D. Já. Hann tilkynnti með það að nú er hann búið í karakter sem að gerir 71 damage. Það er 71 hitpoint af damage. Það er gott að slæm. Ekki kritikal. Er þetta óvinnur eða vinur eða hvað? Miðað hvernig það sagði við mig þá er þetta eitthvað sem lendir á móti mér held ég. Er það gott að slæmt? 71, er það mikið? Það er mikið XP. Já, það er mikið. Reikna XP. En ég meina, fyrst og erum hérna að tala þetta. Alltaf verði ég að spila fyrir það sem ég gerði hérna að minni beðið til þér. Já.
að ég bjóð til hérna smá svona Intimidate fyrir karakterin í D&D. Já, við erum að taka Dungeons & Dragons yfir á næsta stig. Já, semja lög karakterina og... Já, geri aðrir nördar betur. Nákvæmlega. Já, ég veit ekki... Ég ætla að fá að spila það fyrir ykkur. Ætlar að spila lagið? Já. Ég er... Já. Lýst mér vel á það. Komið í gang. Geggjað. I am the lonely barbarian, the watcher of the night. No one gets away from my axe in a fight. As my axe will cut and my arrows will fly, I promise you, today you'll die. For as my cuts go deeper and deeper, you will soon learn that I am Seafar, the Grim Reaper. And the crowd goes wow. Þetta frumsamið ljóð? Nei. Þetta bara texti sem hendur saman og tók svo eitthvað drungalegt af YouTube sem var free to use. Það má. Maður verður að nýta sér þetta free to use dæmi. Maður getur ekki alltaf verið að henda í lag þegar mann dettur eitthvað í hug, sko. Nei, sérstaklega því að við þurfum að gera það næst. Heyrðu, við þurfum að semja lagið næst. Við verðum að byrja að tala um það, það er ekki írska. Við tökum það við eitthvað tækifæri þegar nálgast eitthvað svona. Já, svona. Hins vegar, manstu hvað við töluðum einu sinni um? Með ljóðið? Já. Já, ég er með ljóðið. Ertu með ljóðið? Ég er með ljóðið. Ok. Þetta er hið versta ljóð. Sko, undir hvaða kringumstæður samt þetta aftur? Herðu, þú skulum að fara langt tilbaka. Þetta er alveg, ég er líklegast svona 15 ára myndi ég halda. Ég er enn í grunnskóla. Ég er búin að kynnast stúlku á internet spjallarás fyrir kristið fólk. Ungir kristnir aðalar vísvegar heiminn komið saman á þessa spjallarás. Þetta er hérna á tímum, þarna er Yrkið og MSN. Þetta er náttúrulega það langt aftur í tíma. Góða tíma það daga. Þegar internetið var gufuknúið. Ég tala við þessa stúlku og við endum á því að bara verða kærustupar á þess að hittast eða neitt meira. Og þetta gengur þegar það langt að þegar foreldrar hennar komast að þessu sem eru ofur-úber-kristnir að þá eigum við víst að stefna á giftingu af því að annars værum við að lifa í synd. Þannig að þetta svona stigmagnast svolítið mikið fyrir kristna litla geira sem er hérna í Borgarnesi. En hvað það? Fyrst ástin, þó ég aldrei kýrst hana eða aldrei hitt stelpuna. Og ég verð svona slepjulega romantískur en er líka ofboðslega kristinn. Þannig að úr verður svona fyrsta almennilega ljóði sem ég sem svona án þess að vera neyddur af einhverjum kennara í íslensku fræðum. Og ég sem þetta náttúrulega ensku því að stúlkan er bandarísk. Þannig að hér kemur ljóðið. Ég fann þetta, ég hef ekki séð þetta í mörg ár og þetta er 3 erindi hvert öðru verra. En já, hérna kemur það og þið eigið að vinna með þetta skelfilega ljóð. Þannig að ég þyrfti eiginlega ég þurfi að sjá fyrir ykkur drengin, hann er svona í kringum 110 kíló, svona pattaralegur, ofboðslega kristinn eins og við vorum á tíma. Já, og svakalega kristinn og yfirsjástfanginn og hann samdi ljóðið sem heitir Bænin mín eða My Prayer. My prayer. The wind whispers my prayer and so does the sea. My prayer is to an angel, she's far from me. I called to the fair raven, friend fly high and free. Give my prayer to an angel, she's far from me. This angel is in my heart, and my Lord, I ask thee, give my love a good life, 'cause she's far, far from me. This is cancer. It's time to stop. You need to stop everything. Er þetta bara eitt erindi? Nei, þetta er 2 erindi. Þetta er 3 erindi. 3 lítil erindi. Ok, þannig að þetta er bara stjórnlag. Og endurtekningur og þetta er gert í þetta er samt, þetta er ekkert
Ok, þetta pínu svona Já. En þetta samt alveg fallegt. Þetta hefði orðið mun kjánarlegra hefði þetta hérna ekki verið undir. Já, þetta hjálpaði til við þarna. Já. Gerði þetta svona romantíska. En við erum atvinnumenn. Já, þið vinnir með þetta. Sko, þetta ljóð já, það hjálpaði ekki mikið. Sko, á endanum þá fór ég að efast trúna og að lokum það síðasta sem sagði við mig var að ég væri antikristur. Hvernig, hæ? Já. Hvernig kom það? Segir Heiðinni Geir. Hún bara komst að hennu sama. Þannig ég bara komst hann að þínu sama? Já, komst það sama. Ég var var að vinna þetta, við fórum lengi í svona einhverju fjarsambandi og ég var að vinna á endanum svo fór að efast trú mína og eitthvað svona. Ég skil, þannig að leið og þú varst að efast við hana. Viðurkenna svona, ég veit ekki alveg hvert ég er að fara með þetta. Og þá sagði hún bara We're changed for nothing. Já, nákvæmlega. Nei, og þetta gekk eiginlega það langt að mamma og pappi sendi mér bréf eða sendi mér e-mail og svo söfnurinn í kirkjunni þau voru að biðja fyrir mér. Hversu langt var þetta komið? Þetta var komið alltaf langt. Var þetta árið? Þetta voru mörg ár. Mörg ár. Vá. Já. Svona var þetta. Skammast þú var ekkert flettin aftur upp og tjekka á henni? Jú, hún er ég, þegar Facebook kom þá rámaði mig í þetta en ég fann hann ekkert. Svo kom moment einhvern tíma fyrir nokkrum árum síðan þá tók ég svona gott Facebook stalk og bara googlaði það shit á hana sem ég gat og fann hana og sendi henni vinlega skilabóð bara hei, hvernig hefur það? Og hún vildi ekkert með mig hafa ekki neitt. Hún myndi eftir þér. Já, hún var hamingjusamlega gift og er lyfjafræðingur. Já, ok. Já, hún var það ekki prestur. Kannski eyðilega ég drauminn. Við ætlum að verða kristnibóðar og síðan prestar saman einhvers staðar. Það var planið. Þú tók samt einhverja krossferð á tímabili. Já, ég fór til Jerúsalem og það var ekki beint krossferð, ég ætlaði ekki beint að frelsa borgina úr höndum heiðingja aftur til Vatikansins aðalega því ég var líka mótmælendatrúar en hvað það, því ég var í Palestínu og Ísrael og ferðast þarna og það var eiginlega naglinn í kistuna upp á mína trú. Þegar ég kem heim þá er ég alveg trúlaus eftir það. Var ekkert, ég menna nú ferðu til hvað það eru, Palestínu? Ísrael og Palestínu. Ísrael og Palestínu. Þetta er þessi lönd sem eru nú mest trúið. Það sem að allt þetta gerðist. Já. Og þú gast ekki komið tilbaka og enginn gætt sannfært að þetta væri rétt. Nei, ég fór þarna út með svona augun og hugan að ég var að fara í helgalandið og núna, af því ég var búin að vera fullur efasemda að núna myndi ég finna fyrir alvöru trú og þetta myndi allt vera frábært og eitthvað svona. En þessi stað þá bara fer ég inn á svæði sem er bara í virkilega erfiðum pólitískum aðstæðum og sé fólk bara sem voru kristnir og múslimar og gyðingar allir í bara skellulegum vandræðum og grunnurinn að þessu öllu saman var trúarvesen. Allt þetta trúarvesen sem gerði og þá gerði það að verkum að maður hugsaði svona já, kannski svona rót vandans er það sem mig dreymdi að væri allt frábært og barnatrúin, hún lifir ekkert ef þú trúar einstaklega í Íslandi þá lifir það ekkert af að sjá raunverulega hvernig trúin fer með fólk á þessum staðum. Jesú besti vinur barnanna og svo springur eitthvað. Það er ekki cool þegar maður er þarna úti. Það hjálpar ekki til. Þetta er racist. Ég held að þetta sé meira ádeinlega á trú og stríð. Já, ég fíla ekki. Já, fuck you stríð. Þannig að þannig að það var ekkert meira úr þessu sambandi og já, ég held að það sé svona endurinn á eitthvað sem ég get bladrað varandi þetta ljóð. Já. Þetta er svo verður svolítið challenge að vera með sama texta. Já, en þetta verður frumsamið samt. Já, lagið verður frumsamið. Alveg, frá grunni og þetta verður áhugavert að sjá hvernig þetta kemur út. Mér langar alltaf að senda henni lag. Hvernig væri það? Link að þessu setja á YouTube og senda henni link að þessu. Hvað myndi gerast? Ég hef ekki græna glóru. Þorbjörn Hlynur kemur með kilvu eða eitthvað.
Nei, hún vil ekkert með mig hafa og ég sko vil bara láta hana í friði náttúrulega líka það sko. Þetta bara allt og gott tækifæri. Það er nú svolítið langt síðan þetta var sem þú leitar hann uppi þá. Já, það alveg 4-5 ára eða eitthvað þannig að en hún virtist vera voða hamingjusum. Já. Og já, vildi hvorki heyra í mér en tala við mig. Gæti jafnvel átt börn í dag með einhverjum dásamlegu manni. My name is Jeff. Framtíð án Geirs. We're takes for nothing! It's gonna be okay! Já, en þetta svona alltaf Þetta It's gonna be okay! Já, nákvæmlega rödd úr tölunni, ég sammála þér. Já. Ég náttúrulega bara hamingjusam með útlenska kærustu líka í Bandaríkjunum. Þessi ekki Kristinn og engin söfnuður að senda mig bréf þannig að Hefðið þú farið hérna niður í niður á Brákar, hvað heitir hérna litla fjaran við Brákari? Englendingavík, já. Mundir þú smíða skip og sigla til Ameríku svona 1900 hvenær sildan yfir? Hvað heit hann aftur? Það eitthvað minnisvarði þarna niður frá. Já, er þetta að tala um Vestur-Íslendingana? Já, Vestur-Íslendingarnar. Ég held þeir hafi siglt þarna frá sko. Já. Ekki alveg átt að segja það væri svolítið grunnt þarna til og þurfti að íta skipinu aðeins. Já, ætli ekki bara fara, það var náttúrulega áður en brúin kom, þá var eitthvað svona búið að fyllast upp í fjörðinu eitthvað svona, heyrir maður frá þetta var mun dýpra á þeim tíma. Já. Akraborgin sildi hérna og guðmátti hvað. Það er líka losnað frá jöklinum. Já, og samdurna fyllast upp í fjörðin. Þannig að það getur verið að líka bara þau hafa bara farað einhverjum árabóti yfir í stærra skip sem beið hérna einhvers staðar. Ég veit ekki hvernig ég sé þetta fyrir mér. Titanic eða eitthvað, ég meina. En já, ég myndi klárlega, sko, hefði ég átt möguleikann á því í gamla daga að fara frá Íslandi, sko, verða Vestur-Íslendingur er náttúrulega miklu meira spennandi heldur en að vera Íslendingur. Fastur í einhverjum kofa eða. Ég myndi ekki hvernig þetta var fyrir sko 100-150 árum síðan. Ekkert Facebook. Já, þetta er nú ekki fara langt. Ég myndi klárlega verða ævintýramaðurinn sem fór hérna og ég sé það alveg fyrir mér. Já, þú ert ég held að sé ekki vafa málir Já, en að vísu svo las ég einhverja bók í menntaskóla hvernig það var að vera Vestur-Íslendingur og það sökkaði víst alveg líka. Nú að það? Já, það voru ekkert endalaust það mikið fullt af fólki sem dó á leiðinni og svo sko var náttúrulega vosbúð og eitthvað svona. Sökkaði ekki alltaf á þessum tíma? Ég held að sökki bara allstaðar bara alltaf. Nema núna þessu ári, það var ekki auðvitað. Ég bjóti smá klippu af því fyrst við erum að tala um hérna gömlu tímana. Já. Ég var að horfa á mynd sem heitir Agnes. Það sem að hafið þið séð þessa mynd? Baltasar Kormákur og hérna, hvað heitir hún hérna sem kom hérna í skólan til okkar og fannst öllum hún svo rosalega falleg og eitthvað. Hún er styrtar, þú sér það hérna. Okay. Og þið heima getið fylgst með. Okay. Ég þarf að hendi svo reyndar tæknin er ekki alveg það góð að ég get sett þetta upp á skjáin að shortcutin er eitthvað billuð sko en við slum henda þessu einnig gang bara linkar þetta síðan hafa fyrir linka þetta hérna þá er að lokum komið Agnesi Magnúsdóttur. Hvað er þetta? Agnes? Það á að selja konuna var þetta svona í gamla þetta? Þrælahald þetta er bara 1900 og nei, þetta er hvað 1800 eitthvað Agnes Já, við þurftum að stoppa þáttinn að það var smá digital trublun tölva mín höndlar þetta ekki allt þetta drasl en við ætlum að prófa að spila það hérna og ég hendi, þú mátt bara smetla þessu ganga það er smá twist á þessu og smá Þá er að lokum komið Agnesi Magnúsdóttur. Búin að sjá þess að byrju núna í viðskipti. Jú, ég man eftir henni. Það ekki, og kannastu hana? Hún kom og var með eitthvað svona Brúkleg til annara hluta. Kynlíf. Tek hana fyrir 8. 6. Þú skil ekki, okkur eru að prúta niður. Ég skil ekki þetta. Og tek hana fyrir 5. 3. Láttu ekki svona fúsi. 2. Borga 15 ríkistali fyrir hana. Kemur Balti og bjarga málunum. Við verðum að tala við sýslumanninn. Við þurfum ekkert á honum að halda. Hann er engin þurfalingur. Er eitthvað hér sem vil borga meir en ég?
Færðu inn í bókina þína að Nathan Ketilsson Líndal hafi keypt Teða Agnesi Magnúsdóttur við 15 ríkistafi silfurs. Ég verð að Ekki Ég veit það ekki. Kannski. Hver veit? Var hann að syngja um þetta og þessa tíma eða er hann að tala um eitthvað annað sem við veitum ekki um? Já. Því að það elska allir að kaupa konu. Já, Ísland greinilega sökkar. Já, hins vegar það eru nokkur borgnesingar sem hafa keypt sér konu. Er það? Hvað er það gert? Ekki bara Reykjavík Express? Já, ég meina fólk gerir bara það sem það þarf að gera. Já, við náttúrulega komum inn á þetta í okkar svakalega vel hefnaða skets hversu mikið það sökkaði í gamla daga. Reyndar, já, gerum það. Hvað gerðu þér annað en að sitja bara og gera ekki neitt nema kannski, já, fá sér smá graut. Þetta hann Jónur vorum að spjalla saman að ég gaf honum hérna yfir jólin einhver svona íslenskar skaupsögur frá Guðmund og Hvenær. Já. Og þær eru alveg skelfilegar. Það var bara ekkert fyndið í gamla daga. Þessi fremsta? Já, þessi fremsta á fyndin en bara hún svona absúrt fyndin. Já. En restin er bara eitthvað svona og fekk hann sér þá hvítan klár. Þú veist hvað? Þú veist, það er bara... Þið er búin að slökka mig, Bjarni. Nei. Svona? Já. Ég stressast alltaf í hérna. Já, ég sé mig. Já. Þetta slökka mér. Ó, ég held ég var að... Já, það er rétt. Þetta er nóg að gera þig þegar, Jesús. Já, nákvæmlega. Heyrðu, talandi það. Ég var að panta hérna upptökutæki á AliExpress. Plökkum því. Já. Hommar! Svona, þú veist, viðtalsupptökutæki. Þannig að á næstu dögum fæ ég þetta í hendurnar og ég hafði hugsað mér af því að ég var að skoða hérna fólk götunar í fréttunum og eitthvað. Það er svo leim. Veistu, það er svo glata. Og hérna, hvað fannst þér skemmtilegast að gera áramótin? Nei, hvað fannst þér skemmtilegast í skaupinu? Spurti eitthvað lítill strák. Sprengja flugelda. Þú veist, þetta eru svona tilgangslaus svör. Og svo sagði einhver gamall kall hérna, hvað fannst þér svona merkilegast í skaupið? Og fannst þér skaupið skemmtilegt? Nei, mér snúa mikið eitthvað teipamyndum. Og það var eitt atriði. Það var mikið sko. Hann var ekki Game of Thrones þessi sko. Kannski var hann bara að segja þetta til þess að... Já, ég meina, mér líka ekki tippi sko. Mér finnst það ekki góð. Ég fílaði samt að þeir hafi sko actually málað málverk. Mér finnst það alveg sko... Já, það var mikið... Já, við verðum nú eiginlega að tala um skaupið og hvað ykkur fannst. Ég fílaði það. Ég hafði gaman að þessu. Eina sem ég fannst slagt við þessu, það var þarna íslensku bókmyndadótið þarna. Íslenska bókmyndadótið? Æ, þeir löpuð inn og, veist, gá hversu marga bækur það fengi í jólugjöf og ekkert búið að opna og eitthvað. Mér finnst það bara langdregin. Já, svona. Það var ágætið fyrst en svo bara... Já, en ég verð samt að rósa þessu skaupi fyrir mitt að hafa ekki orðið of langdregið. Það voru engin tilgangslegu svona lög. Nei, annars var það mjög gott. Mér finnst það heldur gott hvernig þið enduðu. Þau byrjuðu á hana Despacito og ég bara slökkt á því. Og það er gott hött sko. Já, það var mjög gott. Af því að þetta, það var munið þegar hann suður-kórska lagið var í gangi. Þetta sem fekk yfir milliard views. Gangnam Style. Og það var officially beðið sko, Íslendingar söfnuðist saman á Facebook og sagði bara ekki nota þetta í skaupinu. Vinsanlegast ekki. Við vitum að þið notið þetta en ekki gera þetta. En það var náttúrulega gerst. Og því það var alltaf vinsælasta svona útlenska lag ársins var sett inn í skaupið. Og svona textinn svona þröngvaður á þetta og þetta var svo pínlegt. Mér skamma þegar Steindi var með skaupið. Hann samti bara sér lag og sér texta. Það var gaman og það var catchy. Já, catchy, gott lag. Mér Steindi að það bara fengið í þetta. Ég skil ekki okkur af því að þeir eru allir félagar sko. Hann var kannski að því að Bent var ekki, hann er kannski upptekinn hann Steindi. Mér er alltaf mikið að gera hjá honum. Mikið að gera hjá honum. Samt sér maður ekki neitt. Hann alltaf er í útvarpi á föstudögum og svo er hann að skrifa handrit bæði fyrir Steipustöðan og fleiri hluti sem er í gangi hjá hann. Ég hef gaman að... Hann er að skemmta all land. Já, hann er að því. Já, sett hjá menntaskólum, hjá fyrirtækjum bara á svona tíu. Því maður heyrir ekki það á honum sko. Já. En ég bara kudos. Það var mjög gott. Uppásatrið, þú veist, það leit út fyrir að það væri að fara að vera langdreið en svo er þetta bara svo... Þetta var svo vel gert sko á skot á Guðna Já Þykja bara allt og fara í allt og
Já, fara burt á hlaupahjóli hérna. Ég er venjulegur. Mér fannst sko stórkostlegt, þó ég hafi ekki hort á þessa þætti hérna norsku, þetta skam-þætti. Þá þótti mér þetta sko það passaði skemmtilega inn. Já, það passaði mjög skemmtilega inn og sko þessi vælu tónn í honum einhvern veginn. Það er alveg fína þætti sko. Já, og líka hann kissir hann bless. Já. Ég fattaði bara seint að hérna, svo sem er líka Óta Proppe hérna Daniel í, hvað heitir hann áttur? Daniel í hérna vaktaseríunum. Já. Tóku eftir að það var hann sem var Óta Proppe. Nei, það var mjög gott sko. Þetta var vel gert. Já, mjög líkur honum. Mjög líkur honum. Hérna, mér fannst Costco umræðan skemmtilega. Sérstaklega þarna yfir svalirnar. Þú veist að gera svona mikið úr þessu og hafa þetta svona eitt. Þetta er bara nákvæmlega eins og það var á Facebook. Já. Og ég fílaði líka strax eftir skaupið þá á hérna keypt í Costco hópnum var fólk að hashtagga hérna ostapartí ef einhver var að gagnrýna eitthvað að það var einhver hérna, heyrðu, þau eru búin að sjá hérna í Costco, þetta er ódýrar hérna, þetta er eitthvað svona útsölu dæmi rétt eftir og þá kom einhver, má bjóða þér í ostapartí. Þannig að ég fíla þetta, sko vel hefna skaupa því leiti að já og líka ég hef ekki hitt neitt sem var sett á móti þessu. Allir sem hitti kvöldið var bara, þetta var gott skaup og líka mitt bara öll fjölskyldan að hlæja þessu. Við vorum bara öll saman og skemmtum okkur. Það vandræðalega oft sko þegar maður situr með fjölskyldunni eins og kannski þetta með teipamyndina svona vandræðalegt skilur stundum að sitja með eða þeir voru á brjóstunum í sundlauginni og strákurum átt ekki, þú veist, þau eru bara make a point skilur, þetta er svo kjánulegt en það er oft svona vandræðalegt þegar maður situr með, þó maður sé fullorðinn maður ég er líka mjög stressað að ná ekki og hérna þarf að láta kíkja eitthvað á það sko. Fáum Gabriel þáttinn og bara greinið í þættinum. Já, það var ekkert hérna í Joe Stuntion jólabóðinu þegar ég öskraði, ég þarf kvíðalyf ég var ekkert að grína sko. Hann sagði, nei ég veit ekki á hvað hann sagði það. Hann byrjaði að segja, ég held að ekki sagt nei við þig, ég held að hann var að segja nei við að greina mig. Ok, goddammit. Hann sagði bara nei. Svo heyrði mamma hérna áramóta þáttinn eða hérna yfirferðina, best of þáttinn. Það er gaman að þessu, hún gæti leiða þessu. Já, það er gaman. Það er mjög gott. Við erum kannski ekki það kontroversial en þannig sé ég búin að setja fótinn fyrir það því að það er ekki holdt fyrir mig að lifa með einhverju svona með stressinu. En hérna, við þurfum endilega líka að fá Jóhann aftur þegar ég er búin að finna út úr þessu með símana. Það er bara, Jóhann minn, það er nú bara þannig að ég bara veit ekki alveg hvað er að gangi. Hann er frá að koma síðan. Það er spáin á nýju ári. Það er ekki lók þess árs eða ekki. Nei, hann kemur 2. ágúst. Já, seinni partinn. Já. Þetta var, ég var að labba hérna, fyrir utan ég var búin að sjá það á Facebookun, svo var ég að rölda hérna í Sund og þá sko leggur mamman spilnum og hérna spjallaði mig og svo kemur gói svona aftan að mér og þá var hann lagt í öðrum bíl. Hver? Þetta er svona, það voru svona Jóhanns og Lindar fólk svona komur öllum áttum eins og í svona byrjun og hryllingsmynd. Þetta var nákvæmlega, það er mögulega plott í einhverju mynd þarna einhver snúi allir í Egilshættinni í Borgarnesi í eitthvað svona nefarious dæmi. Og svo mætir Jóhann. Lax, já lax eða fiskur. Well, what are you doing up then? Það var náttúrulega, þetta getur verið ef allir í Egilshættinni myndu allt í hennu bara svona stara út í loftið og byrja að syngja þetta og svo serðu þau svona labba að svona þau koma kannski, þau eru svona ógæslega mörg hundruð allt í hennu koma hana og labba og svo segja þetta öll saman laxleið. Og þess vegna býr Jóhann í Japan. Já, það getur bara verið plottið í bíómyndinni. Í Borgarnesi er ein hættulegasta ætt á Íslandi. Egilsættin er þekkt fyrir að vera með svæsið grín og að stoppa fólk í umræðu Framsóknarflokk. Ég þori ekki að fara lengra með það var líka Lindættin. Það er Egilsættin. Já, þau eru náttúrulega bara. Þetta er allt saman, eða ekki? En það ekki? Jú, já, þú veist, Gúi er náttúrulega ekki Lind. Nei, ég er náttúrulega fór bara allalega. Ég er náttúrulega að hugsa hérna Egil og félag. Já, góð ætt. Og nú fekk ég smá svona rautt í andlitið. Hvað? Nú? Nei, þú veist bara hvað það er, ég veit það ekki. Smeykur? Ég smeykur við, heyrðu. Þetta er náttúrulega líka besta ættin til þess að grínast með það því að þau eru með svo góðan húmor. Já, þau eru með frábæran húmor. Ég hef gaman af öllum, sko. Þú veist, þeir koma stundum niður úr dekkjavestæði og segja sögur úr sundleginu og svona. Það er bara, þú veist, það er ekkert að hafa á móti þessu fólki. Nei, alls ekki. Það er bara ekki hægt. En það verður gaman að fá Jóhann ég hlakka mikið í ágúst.
Fá hann ekki live hingað, það var gaman. Það verður eitthvað. Pumpar að saku. Gefa nú saku og saki. Ef ekki vera með bara svona airhorn alltaf þegar hann segir eitthvað svona. Smalla hans í. Jú, að sjálfsögðu. Nei, ég klippa hann bara út. Talandi airhorn. Hvað? Ég og Geir sátum hérna, fyrradag að spjalla verkefni sem við erum að vinna. Já. Og hann kom með svolítið skemmtilega beiðni. Vilt þú segja frá þessu? Ég fletti þessu upp hérna. Já, ég sko okkur langar að gera þetta sko, ég og Sammi, fyrir hlustundu sem vita ekki, það er sko eitt að gerast á nýju ári, er að við erum að fara að taka við verkefni hérna í Borgarnesi sem er Hlíðartúnshúsin, þetta er torfbærinn hérna í bænum. Við köstum í umsókn bara upp á grínið og fleigðum því inn í startup tourism og við erum í topp 10. Nei. Við erum bara Þetta voru eitthvað 116 ekki? Já, 116 umsækjendur. Og síðan daginn sem þú komst heim þá voru 25 fyrirtæki boðið í viðtal og ég hafði 1 eða 2 tíma til þess að komast frá flugvellinum í viðtalið og svo hitti ég Samma og við erum hérna að sitja með sófanum eitthvað hvað var að segja maður? Og hérna, ef ekki bara segja bara frá hugmyndinni og svona Þú bara gerir það sem þú gerir best, þú bara tala ég skal svo sitja með facts og við erum svo sjarmerandi að við erum í topp 10 og við erum bara að fá bara professional hjálp 10 vegna? Já, 10 vegna hjálp, við byrjum núna 15. janúar formlega. Og alltaf að tala þetta eða? Já, þetta komið semst núna. Ok, þetta er official. Já, þetta er official. Það kom frétt tilkynning núna milli jól og nýjárs. Til hamingju strákar. Takk. Og við erum að sjá fyrir okkur. Núna, þetta er sko, hugmyndin er að gera eitthvað svona cool með Hlíðartúnshúsinu. Við erum með mannskona hugmyndir og eina hugmyndunum sem að Geir kom með til þess að gera það svona svolítið ennþá meira cool. Væri af því við, það er eldur og við viljum að fólk svona viti að þessu en það er ekki cool af þetta er svona góð heimatengt að vera með sko epic hljóð eitthvað sem sko bergmálar frá fjöllunum eitthvað svona sem kannski einu sinni í viku þegar kvöldvakan byrjar við eldinu og við erum með sko stóran grís yfir eldinum og fólk að drekka bjór úr horni það heyri það er eitthvað svona hum með þannig From Game of Thrones Hlustið bara á það Þetta er ábyggilega tekið einhvern tímann okay. En núna kemur það já Það er búin til fucking rís Þetta segja að það er eitthvað 4-5 metrar langt risahorn sem hann blés í hann haffi og það ekki Jó. Minnesota Vikings Þetta er skuggalegasta hljóð sem að ég hérna veit Þetta er samt svo flott sko Nei, flott skuggalegt sko Ímyndið ykkur að heyra dauðadags lúðrana Já, þeir kalla þetta líka, hvað er ekki, gjallarhornið eins og er í sögunum Hvar fær maður svona gjallarhorn? Hvað góðsagnar vera með svona stóra horn? Var ekki Heimdallur með gjallarhorn? Jú En hvar fengur þeir? Þetta? Ég held að þetta sé bara sko, frauplast Þetta er ekki af alvöru dýri Ég get sagt þér það Ég meina alltaf það er að segja það að sé á horni hérna vendarvætsins Við vorum með naut hérna á Vesturlandi Já, það er cool Greiðungurinn Við tökum bara hérna eignir eftir þessu Getur klippur þetta út Já, ég gera það í alvöru Nei Það er Við erum í þessu stöðunni að gera cool hluti Ég er spenntið fyrir þessu Hvað með, af því að innkomin er hérna hún er ekkert, hvað með að búi til svona hlið Þú veist það sem hann keirir inn til pappa hann myndur örglega ekki að hafa móti í Hann er að flytja hvað sem er hann að flytja? Hann er að fara að setja hús á sölu Kemur eitthvað pakk í staðina? Kemur ljós Rífa þetta bara á búið til hótelanda bara Fyrir Það er allt í gangi, strákar Nú erum við bara brainstorma hérna Hótel, búið til Láta rífa bara guluhúsin hann við hliðin á Hlíðartúnshúsunum Bara burt með þetta allt Nei, ég reyna að tróða mér inn í þetta En hins vegar Geir er komið með hugmyndar hliði Fyrir sérstætt ingangin á Nei, fyrir ingangin á svæðið Ok, já, þetta, það er kannski sniður Það eru 2 sko rifbein úr hval sem er svona sett svona þannig gengur undir 2 rifbein sem er svona krossuð yfir Ok Svo er einnig komið með höfðingjastól Var það ekki var ekki eitthvað átil á því eða?
Nei, maður. Ekki við gröfum þetta upp, ef við förum að drepa hval bara við þetta. Já, ok. En það er eitthvað gert við beinin í hvalfirði, sko, og það væri gaman að geta nýtt þau og gera þetta svolítið cool. En draumurinn, sko, drauma hugmyndin ever fyrir innkomu í Borgarnes væri náttúrulega 4 risastóra styttur eins og eru í Game of Thrones, ekki Game of Thrones heldur, Lord of the Rings, þeir eru að sigla munið eftir, þeir eru að sigla niður ána og það eru svona 2 stórir gaurar, svona sikur með ána. Okay. Þannig við brúarstöflana á Borgarfjarðarbrúnni, eða það eru 4 styttur, það verður sko Egill og Brák og Skallagrímur og Kveldúlur, sko 4 rísastyttur allar hliðið 2 sko, þegar þú kemur inn í Borgarnes, það verður fínt að byrja á 2 styttum þegar þú kemur yfir brúna og það er stöpplarnir, það koma hérna svona þessar 2 lengjur hérna út við brúna. Það er ekkert á því að gera risastóra styttur þegar þú ert að koma inn í Borgarnes og það sé bara svona inngangurinn inn í sögulandið og inn í bara svona góðlegan heim. Já, ég meina hérna með við Borgarfjarðarbrúna er náttúrulega fílít mikil saga og þetta er hvar annars það ætti þetta að vera þessar styttur. Já, nákvæmlega. Þetta var svo líka iconic að keyra inn í bæinn og myndi sjá þetta. Og svo ég myndi taka skrifinu lengra og hafa þá sko hafa mögulega á að kveikja bál í augunum eða sko Þú með stórar hugmyndir. Þetta væri Þetta er mögulegt. Þetta er alveg góð möguleiki sko ekki að gera þetta. Og þú veist, við erum líka með fyrirtæki í bænum sem sérhæfir sig í að steypa stóra hluti. Þú veist, við getum steypt fucking risa styttur. Já. Sem væri cool. Já. Þú veist, þetta væri bara, ég veit ekki sko upp á gaglaheitin, en það væri cool. Gaglaheit? Ég meina, heldur að fólk myndi ekki koma Ég held að túristar myndi koma. Attraction. Já, ég held það nefnilega. Þú veist, bara búa sér til, sko, þetta er eins og í Bandaríkjunum, þegar sko, einhverjum svona staður út í raskati eru með svona stærsta, sko, hnikilega, stærsta bolta tegjum eða guðmaður eitthvað, svona prjóna hnikilega eitthvað þannig. Það búa til eitthvað svona stærst eitthvað. Við erum með stærstu kóktós í heim, nei, ég verður ekki heim með það. Er það stærsta kóktós heimi? Alltaf á Íslandi. Það var gott. Á gólfvöldinu. Hún er reyndar komin í rúst núna, það er enginn sá sem á að sjá hann er ekki að... Já, hún breytti líka appelsín í sumar. Já, breyttist í appelsín. Þetta er bara, þú veist, það er allt einhvern veginn svona hrynja. Reyndar er gólfvöldurinn að byggjast upp og verða flottur, skilur við. Mjög flottur. En það er að rísa hótel hérna í miðju Borgarnesi sem ég sé ekki alveg fyrir mér. Minnst það dásamlegt. Ok, ég veit ekki Sérstaklega þegar við erum að vinna með við erum að vinna vel með þessu hóteli og líka bara fyrir utan það að ef allt fer til fjandans að þá sko fer hóteli ekki neitt. Steinsteipan fer ekkert. Þetta er ekki svo þegar sparisjórun og það fóru þá var ekkert eftir. Nákvæmlega. Það var bara púf, allt búið. En þarna þá breytið þessu bara í geggja kúl dvalarheimi. Og geta hljóma kannski eins og þessi að snúa á staðnum. Sko, mér finnst þetta hótel, já, það náttúrulega er ekki tilbúið, skilur við. En ég átti ekki von á að því ég sá einhverjum myndir af þessu og eitthvað. Þá átti þetta að vera svona gler, fallit gler eitthvað dæmi, sem að verður kannski aðvantar náttúrulega gler í helmingin af þessu. En, jú, svo grasflutt fyrir framan og eitthvað, og flott andiri vona ég. En ég sá þetta fyrir mér einhvern veginn svona, já, kannski auðvitað ekkert falla inn í landslagið eða við dekkjavestæðið eða lífland, skilur við. En ég bjóst ekki við þessum svakalegu steypu klumpa einingum, sko. Þetta er ekki eins og það átt að vera, sko. Nei, hvað? Af því að bíluðu milligluggan er stærlega en átt að vera. Alveg rétt að klikka Þetta átt að vera miklu meira gler, eins og þú sagðir, heldur en steypan. Og líka það er rosalega hættulegt með slökkviliðsbúnaðinn hérna í Borgarnesi. Hann drífur ekki upp á efstu hæðina og úr hvaða efni er efstu hæðin? Timbri. Bara timbur. Efstu hæðin er bara timbur. Það er bara málið, sko. Er ekki bara eitt að sko, kaupa tækið? Eða bara sko, festa slökkviliðsstjórn í dróna bara og bara Ég er með hérna sögu af áramótunum og ég ætla að segja ykkur hvar ég var stattur á miðnætti á þessu nýja ári. Þetta verður ljóparát. Hérna, ég var að keyra á Akranesi þarna á þessum tíma þarna, hefði svona semináð heim til þess að knúsa og eitthvað á slæginu 12. En ég var að keyra og ég eyddi hérna miðnættinu með bónda frá Ósi rétt fyrir utan Akranes. Nú? Þá hérna kom ég að Sinubruna og hérna þannig sé ég ekkert vinnutengt, skilur, ég er náttúrulega bara að stoppa á þjóðveginu til þess að kíkja á þetta, sko. Já.
og það einhver þarna sinubruni, einhver 50 fermetrar að brenna eftir svona neyðarblis sem í svona fallíf. Já. Stórhættulegt, það hefði lent þarna. Ég skil ekki okkur ekki fleiri stórbrunnar af völdum þess. Ég talaði við konu slökkviliðsstjórans, ég hitta hana bara á gamlastag. Ég fór upp á Hafnarfjall og hitt hana leiðinni hérna á leiðinni niður og hún var að tala um að það væri alveg sumarbústaði eigendur eitthvað þannig sem ætlaði að halda einhverja brennur og það var hvasst og allt skraufþurrt að þeir hefðu samt að vita á því að hringja og spyrja er ekki allt í lagi hérna sem brennur og slökkviliðsstjórinn var bara við getum ekki stoppað þetta. Nei. En við skulum bara samt passa ykkur af því að það eru kjör aðstæður til þess að allt fari í báðabrann. Já, af því að það var náttúrulega engin snjór á jörðinni. Skraufþurrt og vindur. Já, á mikill vindur hana. Það kviknaði í svo. Það var ekki borgarnes, það var vallaninn í góla hérna sko. Nei. Sem var ömulegt. Var það okkur? Jú, það fyrir reikn. Ég var stundum miði í Björnslandinu og það kom allur reikunum bara. Já, hann fór ekki. En ég var hérna á miðnætti með bóndanum frá Ósi og við vorum að slökkva í sinueld. Þannig að þú bara stoppaðir og... Ég var bara með slökkutæki hægri og bara gleðilegt ár, vinnum. Já. Drepa í þessu. Svona securitas hetja. Næs. Já, ég náttúrulega bara maður fólksins. Já, maður fólksins. Ég náttúrulega kom bara stórun út í hans pappa mig, slötaði hann pissa á þetta. Þetta skemmtilegt, ég einhvern veginn einhverja sögur á áramótunum af því að ég ætla að kíkja á þig og þig. Já, ég náttúrulega sparað hálfan kúbverska vindil fyrir þig. Hálfan? Já. Ég hef nú bara þurft smók, sko. Já, það hálfur, það haldi í eitthvað líka, sko. Já, það rétt. En hins vegar, Jóngusti, hann var með vindil. Ok. Hvað getur bent á sem var svona... Var það svona eins og hrossagöndull? Bent á tippiður? Hann var breiðari. Hann var svona breiður. Af hverju? Af hverju var hann? Hann var jafnbreiður mækin. Nei. Öllítið breiðari. Why? Og svona langur. Og meðan ég var að taka hann hálfar venjulega starf kúbverska vindil, þannig að hann 2 cm á sínum. Já. Svo bara... Nei, ég var búinn. Sorry. Well. Fuck you. Þetta vindla tónlist? Já, þetta hérna mér þykir þetta svolítið svona þegar vindlarnir verða svona eins og kartúni. Já, þegar þeir verða svona kartúni þá er þetta svona skrefið ólant eins og mér þykir nú góður vindil góður. Já, þessi vindil sem ég fekk var rosalega góður. Það er bara hefð því að mér að kveiki vindli og nota handla kveiki í teltunum. Já. Það eru margir sem gera það hérna og það er mjög sniðugt. Spara elspýtunar og rokkelspýtunar og allt pakki. Já. Ég er alltaf að vest að það er ekki kveikjar á veipurinn sem myndi bara nota veipið bara. Já, þetta. En við, já. Ég glemdi þessu, var ekki með neitt vindil í ár. Pældi ekki í þessu? Nei, ekki heldur. Ég tók ekki þátt í þessum áramótum að viti. Ég var ekki að skjóta upp heldur. Ég var bara í rólöndum. Ég var með fjölskyldinni og við breyttum út af laginu af því að við vorum með hérna litlu frængu, dóttir hans Eika bróður. Já. Og hún komin á þann aldur og hún hefur opaslega gaman að þessu svona sjá ljósinu þannum. Þannig að við ákváðum að fara á kirkjuholtið. Já. Við höfum aldrei gert það. Venjulega erum við bara alltaf heima á Ystunöf, all fjölskyldan og við sjáum ekkert það mikið. Það er svona hátré í kring og við sjáum svona meira við sjáum þegar við erum að skjóta upp á Rauðanesi eða þar hérna út á Mýrunum. Já. En við fórum upp á kirkjuholtið og þá sá maður yfir allt borgarnes og ofboðslega fallegt og það sem kom mér óvart var að maður sér líka út á Akranes. Já. Þannig að maður þar uppi og þar sér maður flugveldan að koma og þetta var alveg virkilega fallegt. Ég bjóst ekki við þessu. Ég bara, hvað er hún gamall? Okkur vissi ekki þessu. En það er líka í hérna beyjunni á sett máaklettinum. Það er rosalega flott að horfa yfir Hvanneyri. Já. Það er ótrúlega flott. Var ekki hérna mikið af fólki hérna upp á kirkjuholti? Jú, þetta var svona mjög vinaleg stemming, mikið af fólki sem kom hérna saman og allir svona mikið af börnum en ekkert vesen. Það var bara svona róleg stemming og fólk svona bara 1 og 1 stjörnuljós og eitthvað þannig og allir svona gleðilegt nýtt ár og þannig dæmi. Þannig ég fílaði þetta. Ég hérna klárlega mun gera eitthvað svona á næsta ári að frekar að rölda og af því ég þarf ekkert að skjóta flugvöldum. Ekki heldur. Ég kefti ekki neitt. Ég skaut það fyrir nokkur 100.000. Ok, það er reyndar hins vegar hérna að hafa aðgang að þráðum. Heilbrigðisfulltrúi Vesturlands. Það er fjölskylduvinur og hann bauð okkur í mat. Já.
og mér var boðið mat með því skilyrði að ég myndi skjóta upp því sem hann sagði, hann keypti 4 tertur alveg sko lítil en ekki æslega bara, var frekar stór svo bara hægt og rólega stækkuð þær og minnarti var þarna stærsta tertan held ég var eitthvað 137 sekundur Wow. Og já, 2 mínútna terta Christ Þetta verið svakalegt Þetta var svakalegt sko og alltaf sko, búin að borða, ok ef við getum skjóta upp tertu ef við getum skjóta upp annari tertu Ég held að þetta væri skilgring fyrir sjálf mig núna að svona þú veist að þú ert fullorðin þegar þú ert ekki lengur spenntur að fara og kaupa flugvelda Já Ég veit ekki hvenær þetta kom fyrir einhver tíman dó barnið í mér og mér langar ekkert ég ekkert, þetta var svo gaman Morðan alltaf gamlir Alltaf gamlir Alltaf gamlir eða höfum eitthvað annað gott við peningarna að gera Já, ég held að ef við ættum alveg góðan auka pening bara með þá færi maður leiðum að þarf að hugsa sko ég tím ekki ég þarf að borga hérna borga leiguna, rafmagnið, netið en maður vill alltaf styrkja björgunarsveitina að sjálfsögðu, heyrðu, svo var eitthvað samdráttur hjá þeim skildist mér þannig að það er allt og margir að selja flugvöld í dag púðurkellingin hafið séð auðlýsinguna með hana ég þor ekki að spila það hérna jú, ég skal prófa tölum bara yfir það ekki jú, það er ekki það er bara að tölvan hrinja tölvan hrinja þá setur bara þarna skemmtilegu bíluna á tónlistin aftur á já, lyftu tónlistina það er bara eitthvað Aron vísindamaður hann er eitthvað svo mikið að reyna reyna að vera kjánalegur hann er að reyna að vera svona hann er að reyna að búið til karakter hver er Aron vísindamaður? það veit það enginn nema hann og vinnur hans ok, kíkjum að það ég er með tertupakka fyrir þig 28 skot 36 skot hvað er þetta? 37 skot einu meira aðeins betra og þetta er bara svona allib sko 49 skot turnarglið 150 skot 12,9 púðurkellingin.is mæti í þetta púðurkellingin og er þetta bara eitthvað svona flugvelda sala sem er bara að reyna að græða já þetta er bara svipað svona veipbúðunar sem er að poppa upp núna það er rosalega mikið að flugvelda búðum poppa upp ég held að Örn Árnason var sá fyrsti sko sem að þorði að fara út fyrir rammana að hérna fara fyrir utan björgunarsveitina en líka hann keypti líka öðruvísi já AliExpress flugvelda það var með öðru og keypti frá annar staðar heldur en þeir og var með öðruvísi það var með öðruvísi ekki töff að vera að taka öllu viðskiptum frá björgunarsveitinni en samt það var öðruvísi en ég meina þú veist ég veit ekki þetta er kannski heyrðu lögin nýju tertunar? Nei það má bara kíló af púðri í hverju tertu en pipar fuck you en það stoppaði ekkert björgunarsveitina þeir bara settu tertur í stærri kassa og tengdu svo bara saman já, nice ok, það, ég meina og svo bara Kvöldi í mér kall já, þetta er mér finnst ekki cool þú lítur ekki að stopna fyrirtæki með eitthvað annað í huga nema þú sérst að bjóða upp eitthvað öðruvísi en þú veist bara að fara út í hreina samkeppni og sko í eitthvað svona græðgiskasti já ég veit að þetta er svona klassískt íslenskt nöldur að sko upp á björgunarsveitirnar að passa upp á þér og maður vill það auðvitað en já, ég kann ekki vita það er svona þegar menn eru eitthvað svona græðgi það er alveg með því skulum við fara í smá músík og pissa þetta er hart stráka mínir þegar við sjáum þetta smá Get ekki gert svona fullkomið hvað er þessi blíða nema ruglun reyta ljós og loks sem varir allt og stutt þetta minnir mig bara á svo góða tíma sko þessi tónlist Moses Hightower gott fólk það var gaman þegar við fórum að ná útgáfu tónleikana í sumar já, við kíktum á útgáfu tónleika með Moses Hightower spiluðu 3 lög ekkert að því ég fekk árita plötu maður þetta er svo smúð svona
Þetta svo easy listening svona, en samt ekki, þú veist, þetta svona vermir mann einhvern veginn. Þetta bara svaka super chill. Já. Og ég alltaf að vonast eftir að þeir halda áfram og geri betri lög. Fleiri lög. Þetta frábært. Já, það er líka svona clever oft. Ég ætlaði einhvern tímann að láta Cecily hérna hlusta á svona, en þetta bara, ég veit ekki, þá þarf ég að þýða tónlistinu og hún gæti alveg hlusta á þetta. Já. Þú hefur verið að þýða svolítið fyrir hana. Já, það er með svona sem ekkert, þú veist bara, svo hún, það er ýmislegt sem að þér finnst svo sniðut og margt sem að þú sýnir henni sem að þér finnst sniðut á íslensku sem að að fungera hjá henni eða? Nei. Goddammit. Já, nei, það draumurinn að finna fóstbræður með texta. Já. Því að ég næ ekki að og líka bara kannski þetta er svo góður húmor, svag, og ég hef svo gaman að ég horfa á, kemur á óvart hvað fóstbræður hafa elst vel. Já. Hvað ógeðslega fyndnir. Það er gaman að horfa á þetta aftur sko. En ég get ekki, það eru nokkri skettir sem ég reyndi að láta hann horfa á og bæði ekkert gaman að ég eitthvað, og nú hann að segja, now he's saying this, því það ekki, það virkar ekki vel að þýða. Hvað hétt aftur hérna, það eru nú nokkur skettir á ensku með illa bjagar í íslensku eða svona íslenskensku, það sem að, hvað var það hérna, organdónir, hvað heitir það hérna, það sem að stela líffærum á fólki. Ég man ekki eftir, það er blessun og bölur mig að ég man svo lítið það, þegar ég horfa á þetta þá er eins og ég sé að horfa á það í fyrsta skipti. Já, ok, þannig. Þetta ég les sömu bækurnar aftur og man aldrei plottið, þannig þetta er svona, blessun og bölum. Þið með eins húur? Hörðu, þetta er húan sem að Gráðu svæðishúðunar á Bandaríkjunum. Cool. Það er nokkur hunda árið þinni. Þú ert svona aðeins að rúlla af henni. Já, þú fækst hvítu húuna. Já, ég pússa mín á hverju mótni. Já, skirpir á hana svona. Já. Handa á hana. Já. Ég held að ég viti hvað hérna vandamáli er með tölvuna og hérna þessa glitsa sem að glitsa í Matrixunum. Það er mögulegt að sé smá álag á kettlingunni núna sko. Já. Á greinu. Þannig að til þess að við getum haft þetta rétt með myndavillum og öllu pakkanum að þurfum að deila þessu kannski niður á tölvur. Já. Hvað með að við hendum bara einni hérna tölvu, kannski fartölvu eða einhverju. Ég meina ég og auka turn. Ok, bara til að taka upp vídeos af fólki. Þetta er náttúrulega kannski ekkit endla. Ég er kannski að tala of hratt. Gott fólk. Þetta er kannski ekkit endla fyrir ykkur þetta vídeo sko. Er þetta ekki bara gaman? En ef við gerum eitthvað, þá er gott að eiga vídeo. Já, það er gott að eiga vídeo. Ef við tökum einhvern tímann, ég hef rosalega gaman að Dude Where's My Challenge á YouTube. Þeir eru frábærir. Ég þarf að tjekka því. Ég get ekki tjekka það, þá bara beilar allt. Já, þeir taka alls konar, þeir eru rosalega mikið að taka mismunandi beerpong dót. Painpong, ef þeir hitta, það drekka bjórinn og stúður svona hjóli. Á hjólinn er rottugildur, BB guns, það er svona tegjustratcher í einhvers staðar líkamann. Það er svona fly swapper með rafmagni. Svo er það líka að taka bara alls konar, borðaðu heilan pakka Oreos bara með allt kremið og bara topp og bótt. Og alls konar sterkar sósur og... Já, þetta er náttúrulega, við verðum alveg stundum verið virkir í hérna stúdíónu sem hefði geta verið skemmt. Sérstaklega þegar ég eitra óvart fyrir agli. Það hefði verið gaman að eiga það. Og þetta er líka, ef við förum yfir, skiptum stefnu í útastættinum og förum meira í svona conspiracy dæmi, að þá er svona Alex Jones, hann er náttúrulega alltaf, þú getur alltaf séð þegar hann er að öskra þarna. I don't want to put chemicals in the water and turn a freaking frog scale. Þú getur gert þetta, við erum reyðikallan og fólk sjáu hvað við erum. Hann er markmiðið er þá kannski, ok, á 9 ári gott fólk og ég ætla að hætta að kalla ykkur gott fólk því að ég þekki ekki neitt. Jú, einhver. Já, og þetta gæti líka verið bara ekki fólk, hvað með geimverur og dýr sem hlustu þáttinn. Ég hef einmitt verið að spá mikið í hvort það séu dýra. Ég meina, ég er alltaf að góma köttinn minn við að horfa á sjónvarpið, sko. Já, þannig að... Alveg bara hálftíma í senn og svo hallar hann sér aðeins. Já. Hefur ekki þólum. Það fylgjast með. Já. Hann sem fylgjast. Nei, kannski, þú veist að hafa þátt sem að er hægt að hlusta á, en ef að forvitnin læðist aftan að ykkur, þá er möguleiki allavega að geta kíkt og séð hvað við erum að gera hérna.
ekki líka, ef ekki á 9 ári að fara með þetta yfir á þannig að fólk geti flettis upp á svona hinnum helstu podcast uppum og svona? Það spurning sko, ég held maður að sækjum á Spotify og hann er alltaf búin að vera sækjast í viewin á YouTube sko. Leiðu komið eitthvað annað þá heyrir maður ekki alveg kannski. Það er sko, ég talaði við vinkonu mína sem á einhverjum undarlegum ástæðum og hún er bara með svona amatör podcast. Já. Hún og hennar vinkona, þær poppuðu bara allt í hennu upp á Podcast Addict sem er app sem ég nota og þar finn ég til dæmis podcast sem eru frá Ríkisútvarpinu og Joe Rogan og allt þetta dæmi sko. Það er allt saman bara á einu appi og þessi app eru þannig að þau finna bara eitthvað skonar sko, sem hentar þér? Já, og þetta er og hún komst inn á þetta mjög professional looking app og þannig bara spurningin ég spurði hvernig hún fór að því það hlýtur þetta já, maður þurfi ekki að borga fyrir smá þjónustu skiluru, en ég talandi það ég borgaði fyrir smá þjónustu, kosta ekkert mikið Hjördís, ekki hafa ágjur nei, inn á SoundCloud eða hvað sem þetta heitir SoundCloud, alveg klálega þar var ég búin að setja inn þætti bara alla þættina sem að komu og svo einhvern veginn, eða svona ekki alveg nýjustu þættina svo var ég að kíkja á den daginn og sjá hvort að þetta væri ekki ennþá inni og eitthvað ætlaði uppfæra síðuna því ég bjóti svona fínt logo sjáu þið gott fólk, þetta logo hérna eða þú veist, þetta er bara svona eitthvað bara að byrja hafa eitthvað allt horfið nema 4. ágúst eða eitthvað hvað gangur fyrir, var þetta allt tekið niður? Ég veit það ekki, þú veist þetta bara var horfið og fékkst ekki neina viður henni? Nei, ég veit ekki, þú veist að því ég borgaði ekki reikning er þetta þá allt farið út, skilur? Ég þekki þetta ekki ég spila ekki svona leiki við fólk sem að svindla svona á manni. Já, ég held að það sé ekki að svindla þetta hlýtur á einhver svona lógísk svara fyrir ég veit það ekki. Ég skal tala við hún er með sko, hún var bjó í Borgarnesi þessi stúlka hvað heitir hún? Anna Birta hún er með þetta eru 2 stúlkur ég held að séu að tala svona frekar frjálsleg svona kynferðisleg málefni þetta er eitthvað svona þannig podcast ég hef ekki hlustað á ég bara sá ég hlustaði á smá og það var svolítið professional sko, það er professional logo og það kemur alveg vel út svona í hlustun en hljóð, gott hljóð erstu með þetta hérna? Er það hérna? Jú, þetta er stúlkan. Mamma hennar var að kenna mér ensku í mennskóla og svo var ég rosalega tíma með systirinnar Já, ok og svo er félagi minn með litlu systirinnar Beru, ég get sjá hvort ég finni hérna appið bara, ég er með þetta appið nú uppið þetta heitir Podcast Addict og er alveg dásanlegt þú finnur líka allar heimsins útastöður inn á þessu og hérna er þetta Love, Sex and the Beyond og þær eru með þetta svona þetta lítur vel út Bjarni, er það á ensku? Þær eru á ensku Já, þær eru á ensku Þannig ef við varum að fara yfir í þann pakka þá þurftum við að ég held að ég gerir minna Rúfir á þessu og eitthvað Já, Rúfir á þessu líka Þannig að ég held að sko, okkur vantar bara eitthvað gott bara til þess að vera nú eitt svona auka þáttunni í mér í viku og ensku pröfa hendarnin ef það virkar Já, það var Egil sem vildi prófa það Ég er ekkert eitthvað ógeðslega spenntur fyrir því Ég er ekkert ógeðslega góður á ensku sko en ég get alveg bjarga mér Við tölum allir miklu betur á ensku heldur en sko meðal sem af því að þetta er okkar annað tungumál þetta er ekkert mál Hafa þátt á dönsku þá þurfum við mikið að bjór og ég kan snakke norsk í dag og det kan vera svona litt bedre að snakke på norsk það er alltaf heill þáttur einhver svona hálfsöngli það er alveg versta þegar maður sko heyrir að tala við Íslendingarna sem er búin að búa hana úti og þeir tala svolítið svona að þeir eru búin að búa hana svo lengi að það gjössanlega er út í hot að tala við þá Bróðunum með býr úti og konan hans tala svona Þetta er svo skell ég held að vera að grínast fyrst þegar ég var að tala við eitt gauður úti ég var bara ekki að kalla inn hann svona hvað meinaðu? Shit ég var að passa mig að vera ekki lengi hérna úti þetta er svona hinn versti hreimur til þess að koma heim Þetta eða þýski hvernig þýski hreimur? Það brjálaður Já, það getur verið svolítið næmt Já, en hvað er það? Ég var alveg til í enskan þátt en á enski þáttunum þyrfti að vera já, og það er kannski eitt af því sem ég fekk hérna gagnrýni frá, veitu hver var það?
Slögt á mæknum. Nú stressast ég allir Bítu, ég fekk að greina djöfull, ég man ekki eins og hver Varðandi þáttinn? Já, einhver sem hefði hlustað á þáttinn. Ok. Og þetta var djöfull. Þú þorir ekki að segja nafnið. Nei, ég get svo svarið, ég man ekki nafnið. Ég veit ekki. Ég veit ekkert, ég er vesti maður. Mér grunar... Við þurfum ekki að vita nafnið, við þurfum bara að vita... Hvað sagði hann? Já, ég með rámar hverju þetta. Hann sagði að við værum svolítið stefnulausir. Já. Að það væri ekkert svona... það væri ekki... Það væri ekki grípandi nafn á þættunum og svo eitthvað sem myndi leiða ljós eins og oft í þáttum að það er svona eitt undirliggjandi þema. Við þurfum að fara á grátt svæði í einhverjum málefnum ef við ætlum að halda grátt svæði. Já, það er þannig. Þannig að þau séu svona, gráa svæði tekur fyrir þetta því að það er mikið af þessu sem hann sagði að hann ætti erfiðast með var þegar við vorum bara að tala okkar engahúmor sem hann skildi ekki neitt. Já. Það er það sem að mér finnst líka svolítið svona... Já, og hann var að reyna að skippa inn á milli og vissi ekkert... Ekki segja mér hvað að gera. Já. Þannig að, ég er mjög gaman að þessu, en kannski fyrir nýja árið, og við erum komið með, þetta er alltaf meira og meira pró, og þá er kannski að hugsa líka fyrir áhorfendahópinn okkar að, hvað vilja þau hlusta á? Svo er alltaf spurning hvort þetta sé hugmyndaður challenge, komið með sikkert málefnið og farið fyrir að gráða svæðið á því. Ok. Já. Við erum hvað sem er að semja lög núna aðra hverju viku. Já. Og það er nefnilega, hann sagði, hann hlustaði á eitt lag, hann hlustaði á söngleika lagi. Og hann sagði, þetta er grunnsamlega vel gert. Þannig að þá, hann sagði bara, ég var til að hlusta á það, en svo bara inn á milli, þá veit ég skil ég hvað það tala Það var bara eitthvað þegar þið eruð einhvers staðar hjá þessum og munið ekki þegar og svo allir eitthvað, já, ég mann, já, og hann skilur ekki neitt. Nei, ég meina þetta er góð punktur, en ég meina það sem við erum að tala þetta er það sem við þurfum að fá, af því að við erum búin að vera með þátt hvað, þetta er 17. þátturinn eða hvað, og það hefur enginn sagt nokkuð skapaðan hlut. Það er bara, einu sem ég er búin að fá, það er bara, hvað er rosalega gaman að þessu og... Já, ég meina, þú veist, svo lengi sem við höfum gaman að þessu, þá er einhver sem hefur mögulega eitthvað pínu gaman að þessu. En stefnulaust, já, við erum það. Já. En við erum líka bara að tala þú veist. Gott að setja bara, komið með stefnu, fara á gráa svæðið á einhverjum málefnum í hverjum þætti. Og spurningin er einmitt að setja okkur það markmið fyrir þetta ári að það sem við ræðum hérna í þættinum að vera vakandi fyrir því að detta ekki í engahúmorinn sem enginn skilur. Nema að því að eða eitthvað svona þannig blaður að þegar við komum í eitthvað bara eins og hvað ætlum við að gera þegar næstu við hittumst og hvort við fara að grilla eitthvað þá getum við svona en hérna auðvitað það má samt ekki nota þetta sem hljóðið fyrir í hverskið þetta er náttúrulega smá eitthvað en ég menna að þú veist við náttúrulega erum að þannig síðan er fólk að kynnast okkur og auðvitað kemur þetta með tímanum og ég þakka kærlega fyrir þessa ábendingu frá þessum manni. Já, ég veit hvað þetta er. Já. Nei, ég meina, alveg bara gott og gilt. En ég meina, í upphafi þá byrjum við þetta bara... Ég veit eitt málið sem við getum farið að gráða svæðið með. Hvað er það? Það er ekki Golden Globe í kvöld, eða í nótt. Hvað er það? Já! Og það er fyrsta skipti eftir að þetta er fyrsta Globe Gold eftir að allar konunar... Já, Me Too dæmi. Já, Me Too komið. Já, það er spurning. Þannig að spurning hvernig mótmanni verða á rauða dreglinum. Kemur einhver nakin? Já. Það getur verið, það hlýtur, ég er mjög stoltur af Me Too dæminu. Það er þarft og bara gaman líka já, ekki gaman, það er svona gleður mig að þetta sé loksins komið fram af því að það vissu þetta allir að það væri eitthvað skítugt alls þar en mér finnst það samt vera furðulega lítið miðað við ég bjóstu meir að það væru enn fleiri mér finnst þess að það hlýtur að vera einhverjir fleiri drullusokar einhvers staðar að það er en ég er spá, tekur þetta ómikla athygli frá þessu hérna? Þetta er YouTube. YouTube, já. Það er ekkert Me Too, það er YouTube sko. Já, það meinar. Það var að koma eitt svona auðvitað Oh my god.
Ég fíla þetta lag Ég fór að kalla þetta Harvey Weinstein effekt. Já. En það var það svo ekkert meir úr þessu. Þú veist, það var þetta Louis C.K. sem var auðvitað, þú veist, atriði sem að Jú en þú veist, það er þetta að deila þetta, þú veist. Já, þetta er misalvarlegt. Já. Og Louis C.K. finnst mér bara, sko, þetta er óviðeigandi en ekki beint, kannski þetta er ekki það versta sem hefur komið fyrir, það er náttúrulega ef einhver hringir í þig og segist þér að runga sér hinum meginn, þá bara skellur á. Og ef þú ert inn í herbergi og svona, þetta er náttúrulega, ég var ekki í þessa aðstöðu en sko, það er talað bút og svona, hann er náttúrulega bara óviðandi creep að þessu leiti, en maðurinn hefur sinns vegar komið fram í sjónvarpsviðtölum árum kom fram og viðurkennt það hefur með einhver titill undir í fréttinni bara Louis C.K. masturbator þannig að það er kannski en Harvey Weinstein er hins vegar, ef við myndum fara á skalan. Þetta er alveg sikkur áttinn, sko. Já, þetta er skalinn er allur slæmur. Ég tek ekki hanskan upp fyrir neinu af þessum mönnum, en hins vegar þá ég bjóst við, sko, líka bara upp á meira að segja Ísland, svona bransasögur sem maður heyrt í gegnum, þó ég hef ekki verið mikið í leiklistinni eða þá kannast ég... Það er svakalega mikið í leiklistinni. Það var einn leikari núna tekinn, þessi með fæðingablettin, stóra á kinninni. Ég man ekki hvað hann heitir, ég var aldrei fylgst með honum eða neitt. Hann var í Borgarleikhúsinu, hann var rekinn. Það er rosalega, það komið massív klíka núna í Þjóðleikhúsinu. Ok. Það er rosalega mikið skemmtilegum og færum leikarum sem bara hent út. Þegar þeir eru ekki tilbúin að gera eitthvað. Og það er í mannilega eftir listaháskólum þá heyrði maður svona sögur af bara ógeði. Ég skil ekki hvernig fólk heldur að komist upp með þetta. Það gerði það nefnilega. Það er það sem MeToo-byltingin finnst mér er að eyðileggja fyrir þeim. Já, af því að fólk er búið að komast upp með þetta alveg í áratugum saman og svona litlar klíkur hér og þar og svona smá kongar með einhver svona lítið vald en yfir hins vegar fólki sko algjörlega lifibrauðið fólks eins og ert leikari og lendir í eins og sko í röngu kráti. Já, en það kemur upp á móti, sko, það líka eru stelpur sem eru að reyna að gera eitthvað svona til að komast áfram. Já, það er það sem er að eyðileggja fyrir hinum honum. Þá búast þér við að ok, þetta get ég gert. Þá bara höfum þetta bara standard núna. Ef þú segir ekki hjá mér þá bara. Og það var ekki, þú veist, eins og sagan af Louis C.K. Hann var bara hann niður á bar og hann á til með að drekka, skilur, og senda svona mean tweets í svona drikkju eitthvað. Ég fylgist með honum, hef gaman á honum, skilji. En hann var þarna niðri og þær voru eitthvað að tala við hann og ég veit ekki hvort að hann hafi boðið mig upp á hótelherbyggi, en við hverju býstu ef þeir eru boðið upp á hótelherbyggi? Hvað ertu að gera? Þú ert ekki að fara að ræða business eitthvað. Nei. Þannig að það er líka sko gráa svæðið þarna inn á milli er að það gera allir mistök og bara það eru allir, það geta allir ekkert allir, en það er sko, ég játa á mig moment þar sem ég hef verið drukkin og sko ekki gert neitt, en ég hef sko þú hefur gert hluti aðeir og sagt hluti. Já, ég hef sagt hluti. Ég hef verið drukkin og boðið hérna upp á sko, hvort það er líka koma með mér heim og fengi bara neikallið mér þetta sér maður núna bara hverju balli sko. Já, og ég alveg játa á mig og þá söka að vera að hafa orðið ógeðslega með víni. Svona en hins vegar er það engin afsökun og ég sem betur fyrir hef ég ekki gert neitt. Nei. Og ég myndi náttúrulega ég myndi skammast mín gríðarlega ef það hefur komið fyrir, en enga síður það hafa verið momentar sem ég vaknaði upp morgun eftir og hugsaði með mér, hvað gerði ég maður? Blackout? Ég tvisvar drukkið það mikið, ég fekk blackout. Já, og þá gerði ég hluti af mér sem ég er ekkert stoltur með, en ég gerði ekkert óviðandi að mér. Getið ég myndið eitthvað hversu stressaður ég var ef ég var ég sé bara eitthvað rauður frá henni núna sko, bara hugsa með það. En ég get ekki lifa með eitthvað svona bulli sko. En þetta er svo starft nefnilega, sko við erum hérna bara einhver svona venlegu gaurar sem sko við höfum ekkert vald neinstaðar. En játum samt á okkur það að við hafa gert mistök. En svo hugsa maður bara hvernig hefði sko ef ég hefði verið í einhverjum sko, í þessum stöðum eins og þessu kallar. Ef þú hefði verið stjórnmálamaður gert þetta, þá hefði bara massíf fréttum í fréttablaðinu og öllum fréttum. Skrítið, þeir geta það víst borgað sér út úr þessu og alls konar svona bull sko. En líka ef það er viðvíkjana svona hluti, þá lendar í massíu vesen. Miklu verið vesen,
En enga sögur en til þess að fara með þetta á hinvegin að þá sko svo þetta sé ekki bara sko einskorað við kallmenn og kvenmenn gerir þetta líka að ég bara núna þegar ég var að vinna út í Noregi sem þjónn og að þá var sko klipið í rassinn og verið svona þetta sem ég óttast sem þjóðn eru svona miðaldra konur sem eru komnar í glas sem eru bara ótrúkislegar. Það eru svolítið skæðar. En náttúrulega, svo þegar maður tala við kvenþjónuna þá sko eiginlega allir kallmenn sem eru komnar í glas geta orðið skæðir. Þannig að það er engin afsökun en svo þetta sé ekki bara svart og bara ráðast á kallmenn. Og hefði sjálfur lent í alvarlegur kynferðislegu ofbeldi af kvenmanni þegar ég var yngri þegar ég var bara barn. Já, okay. Þannig að það var það gerir það verkum að það má ekki ég get mér að þið tala fyrir hönd þeirra að þetta er á báða vegu þó að síðan alltaf þeim algengara en þá er lausnin ekki eins ofur einföld sem maður heyrir ofta að það vera að kenna kallmönnum að nauðga ekki og eitthvað svona. Já, en svo líka kemur upp á móti ef að kona stígur fram og segir að kall hafa gert eitthvað með sér að þá bara helviðis kallin og ef að strákur stígur fram og segir að hún að kona hafi gert eitthvað með honum þá bara, hvað er það? Okkur gerði ekki eitthvað með þér? Það er bara þetta ég fekk high five þegar ég var fyrst að segja frá bara, vel gert maður og ég var, nei, ég fór ekki bann hvað er það er þarna sem að jafnréttið þarf líka að koma það er ekki bara á vinnumarkaðanum nei að þetta er, grunnurinn alltaf að þessu er bara að við erum öll persónur og það allir koma fram við alla af virðingu, sama hvernig það er og það er ekkert hvort þú sér kallað að kona eða í hvernig stöðu þú ert, heldur bara að þessi djöfis dónar og viðbjóri því sé bara hent út og það sé dreigið upp á yfirborðið, réttilega en af öllum þá þetta ég er svo hrættur í einhver svona ofur einföldun á öllu og einmitt þegar maður heyrir að þetta að lausnin sé eitthvað svona bara slagorð kannski slagur gott til þess að efla andan og eitthvað þannig en það er ekki lausnin við vandamálinu þetta gengur ágætlega samt og hvetja fólk og styðja við þá sem koma fram nefnilega og þetta gangi þannig að þetta gangi betur klálega það er alveg heyrðu, áður við segjum blessi minni á þessum nýja þætti 2018 var samt ekki Me Too alveg 2017 í hnótskurt svona stóra dæmi fyrir utan nýja orðið ég man bara eftir að hafa notað það allt síðast ár Nepal hommi, ég notaði þetta bara í öðru hverju setningu Epal hommi en ég skil ekki var ekki ég heyrði þetta ekki einu sinni allt 2017 ég er að spá í hvort þetta sé ykkur að þetta var netkostning ég er að spá í hvort að fólk sé að grína getur ekki verið hakkari bara gæti verið þetta er 1 milljón atkvæði en með því að Epal hommi sé orð ársins 2017 þýðir það að því að ég held að hommi væri ljótt orð og maður notaði ekkert já, mér þykir þetta svolítið svona þeir eru að gefa nú megum við kalla þessa menn hvað, ég veit ekki dæmi mitt er hann Epal hommi hann Binni Glee? Nei, hann er í snirtifuru þannig að þetta var óviðandi hann er bara hommi ok, er þetta ekki óviðandi? Jú, þetta er nefnilega hann kom sjálf út og en hann samkynhneigður hommi er ekki niðurlandi orð ok, það er ekki niðurlandi það á ekki verið niðurlandi, það er bara þetta er svo öll orð geta náttúrulega verið túlkuð bara fyrir því hvernig persónan er nákvæmlega, jú. Ef ég segja, Bjarni, hann er bara gagginauður já, nei, það er ekki sama þetta er kannski meira í það er ekki til, ég veit allavega ekki annað orð yfir gagginauður sem ég get sett á þig metro íslenskt okay. en þetta er en líka á ennsku þá er gay þá þýðir það ánæður happy. Og það var náttúrulega bara vísvitandi gert af fólki á síðustu áratugum að breyta orðinu gay yfir í samnefni á eitthvað sem væri gott eitthvað sem væri tengt samkynni þú heyrir þetta í jólalögum eitthvað svona be happy and gay en þau eru að meina þá bara almennt séð hamingjusum eitthvað svona var þér strýtt með þessu? Gay já, mér er mjög ekki strýtt með gay mjög frumlegt svona en mér er alveg nokk sama og það er eins og að segja það er að þú verður að take offense á ensku það er
ef þú ætlar að móðgöngu þá verður að móðgast. Já. Það er þitt val að móðgast eða ekki. Og blokkar það og hendir því á Twitter og Facebook. En enga síður finnst mér skrítið að velja orð ársins sem einhver notaði til þess í niðrandi á niðrandi hátt og það upphefði það. Að vísu þá snéru bæði Epal-verslun og maðurinn sem fekk þetta nafn á sig því upp í eitthvað gott og bara reyndi að gera gott úr þessu en að orðið hafi verið samið í niðrandi af niðrandi hátt og í einhver svona leiðilegum verknæði að upphefja það finnst mér skrítið. Bú á það. Hvað hefði ykkar orð verið fyrir 2017? Já, ég var með hitt gott. Já, hvað? Ég hugsaði það á meðan ég lá andvaka í nótt. Ég er búin að gleyma. Hvað var það aftur? Ég var komið orð. Varstu komið orð? Ég gleymdi að skrifa það niður. Orð sem ég hef aldrei notað hjá mikið á 2017, það var veiper. Nei, okkur var það ekki orð ársins? Já, það er alveg nýtt. Og svona, íslensk orðið veiper. Já, veiper. Af því ég er að veipa, þá er ég vist veiper. Það er spurning hvaða orð áður við breytum umræðefni. Hvað voru orð hvernig skrifum maður þetta? Orð ársins. Orð ársins 2017. Samkeppni eitthvað. Samkeppni, já. Það er náttúrulega, já, hvað annað, já, veiper er náttúrulega mjög góð. Það er svona einkennandi fyrir það svona síðustu ár og þú er sérstaklega bara síðasta ár. Já, það sprakk svo mikið út á síðasta ári. Sprakk alveg út á síðasta ári. Sérðu orðina? Já. Leyndarhyggja var, ég veit ekki eins og hvað það er. Er þetta bara ný orð? Já, svona ný. Má ekki, ég veit að fólk notaði já og nei, geðveikt mikið. Nei, þunglindi. Þetta eru ný orð. Þetta eru ný orð. Okay. Þetta er ekki eins og komið inn í Þyrilsnælda. Já, það voru spinnerinn Guð mig góður. Fidget spinnerinn. Falsfrétt, það er kannski Já. Það er efnilegt orð. Uppreist. Gamalt. Já. Gamalt orð. Uppreist. Eða var það uppreist? Nei, þetta er ekki til í orðabók. Örplast. Já, það er microbeads sem þeir komast að því að í öllum snirtuverum og rústa sjónum. Já, ég læriði líka gæra það er málmur í mörgum snirtuverum. Já, sem er ekki sniður. Sem er alls ekki sniður. Ég meina málmur í varalit til þess að fá eitthvað glans eða eitthvað. Já, bara til að halda rauðulitnum. Ekki nota glerbrot bara. Hægvarp. Er það ekki svolítið svona, er það ekki svona hlaðvarp sem er gett hægt? Já, bara, gengur ekkert. Gömlu internet-þing. Já, gömla lind. Svo kemur Epal-hommi. Alltaf kemur það. Epal-hommi, já. Og er það síðasta? Nei, það er þrjóðtir. Næsta hins vegar, líkamsvirðing. Líkamsvirðing? Af því að það var rosalega mikið fólki að get fit 2017. Mér fannst það einhvern veginn, mér finnst að vera búið að vera alveg. Mér fannst það springa rosalega mikið út. Var það? 2017. Ok. Hvar verðum að var við þessu orð? Því að ég man ekki eftir að hafa heyrt helmingin á þessu. Ég hef ekki heyrt neitt af þessu. Já. Erum við ekki inn á íslensku bloggunum eða? Þetta getur verið Twitterinu, sko. Já, þetta sé Twitter. Já, ég er ekkert inn á íslenska Twitterinu. Herðu, svo eitt orð sem hefði kannski mögulega átt að vera orð ársins. Já. Áreitni. Áreitni, já. En það er ekki. Það er ekkert nýtt. Það er ekki til í. Ég veit það ekki. En svo kemur innviða uppbygging. Innviða uppbygging? Já. Þetta er eitthvað mjög óspennandi orð til þess að kjósa Þetta er eitthvað svolítið pólitískt. Okkur kemur ekki veiper inn. Já, nákvæmlega. Það er töf. Það er spurning hver velur þessi orð. Ætli að segja ekki mannanafni nefnd sem Já, sem býður upp á valmöguleikana. Þetta var síðan almenn netkostning. Þannig að þetta var það er þeir sem kusu þetta sem eiga að skamma sín fyrir Epal-homman. Já. Ég held að fólk sé bara grínast eitthvað. Já. Þetta er eitthvað svona Það kjósa homma. Herru, eitt að lokum. Já, ég ætla að fara í þarna. Já. Mjög sniðut. Mjög sniðut spil sem var að koma út. Já. Sem að Jói keypti. Ég veit ekki hvort það sé komið í sölu hérna á Íslandi. Þetta er ekki komið í sölu. Þetta er í Kanada, Bandaríkjunum og Bretlandi. Ok. Þeir hafa ekki Þetta er bara beta test held ég fyrir þetta. Ok. Og svo fyrir þetta að byggja fleiri appið sem að fara að tengja í þetta spil. Já. Það er bara located, þú getur bara að downloada það í Bandaríkjunum. Já, ég er einmitt, það er region tengt. En eru þið bara með VPN á því þá? Já, bara downloada ég frá VPN server yfir á micro SD-kort og í síman. Já, í síman, já, ok. Because we be smart. Þú mátt útskýru. Já, nákvæmlega, þetta er akkurat svona. Þessi,
eins og þú virkar, þá ert bara með svo kallar spilaborð og á borðinu eru 5 reitir. Það hendur sér upp að hafa mynd fyrir fram með hérna. Virkar svolítið eins og þetta er eins og Yu-Gi-Oh! Nei, þetta er tónlistarspil með lifandi tónlist í rauntíma. Já, og þú breytir með takt og hljóð og söng. Takt og hljóðfærði, söngvara. Allt eftir spilunum sem þú leggur á borðið. Já. Þannig að það er alveg, þetta, með vídeóið sem þú sýndir okkur leit mjög vel út. Já. Þetta var svona áhugavert. Spilið heitir Dropmix. Dropmix, já. Fyrir það sem vilja kíkja á þetta. Já, droppar spjaldi og það mixast við það sem er á. Já. Þannig að hlutunum sem þú ert með fyrir framæg getur valið 3 fliti, 5 fliti fyrir ekki. Það er gulur, rauður, svo er eitt sem er rauður, annar sem er rauður og blár, annar sem bara blár og annar sem er blár og græn. Ef ég mann rétt þá er það gulur og rauður, það er söngurinn, blái og græni það er synth, svo er bara bassi, gítar og bara trommur líka, bara taktur. En hvernig veit maður hvað er á spjaldinu þegar þú heldur þú veist það ekki? Nei, þannig þú bara þetta er bara svona taktur. Stokkur þinn er gerður upp að vissu segjum bara vissri átt. Svipaða taktur frá einhverju, þetta er remix af einhverju lagi sem að stokkur þinn er gerður af. Og svo getur þú fengið líka hvítspil sem maður ekki vel staðar. Það er bara, random. Þú tekur ekki spil út af spjaldinu, þú leggur yfir og þetta er svona stigaleikur. Já. Og spilinu eru mismunandi leveluð og þú mátt ekki setja læra level og hærra level. Þannig að, og ef þú leggur hún spilið þitt, þá myndir það stig dragast frá þér og mitt leggist á mig. Og ég var að spá, við getum notað þetta spil einmitt af því að við tókum eitt þátt, menningaþátturinn góði, þar sem vorum að reyna að komast inn í alvarpið. Hann var ágætur, þar sem við sungum utan af bjórflöskum og eitthvað. Vorum bara, vorum við skemmtar líka og eitthvað. Já. Vorum við skemmtar og sungum, hvað var það? Það var eitthvað víkingaljóð, hvað var það? Já, Háamál. Nei. Nú? Sungum við ekki Háamál? Við sungum Háamál. Já, við sungum, ok. Þannig að ég er að spá, til að skemmta ykkur þarna úti, að fá þetta á borðið. Og það gæti verið langdrægt og eitthvað svona. Já, við getum bara að pröfa þetta. Bara pröfa þetta og kannski freestyla eitthvað yfir þetta. Já, við erum með myndavélar sem getum hendur svo inn í vídeói á okkur feila. Já, og getum senda þetta á fyrirtækið, við séum þeir fyrstu hérna á Íslandi til að setja það í gang. Þannig að það getur verið kynning á þáttinu, við gerum það einsku. Plugga þetta bara plugga þetta. Já, það ekki, pluggum þetta. Já, svo getur hægt og byggt upp stokkana þína. Þú getur keypt pakka. En pakkin er ekki endilega með öllum einn spilum. Þetta er í sama stokkinu, það köpa marga pakka og það er lendi. Þetta er náttúrulega, þetta er sniðut. Ógeðslega sniðut. Ég hlakka til. Ég ætla ekki að segja gott fólk. Æðislega pjakkar. Þið lið þarna úti. Þetta er fyrsti þátturinn á árinu 2018. Og við erum bara að þróast og breytast. Ógeðslega gaman að Geiri sig orðin. Ég ætla nú ekki að segja þriðið Mike nema að viljir. Já, ég er náttúrulega, ég er komin til þess að vera hérna. Hann er fastur í borgarni sig. Yes, yes. Ok, af því að eins og þið vitið, ég er stressaður. Sjáum hvað gerist, ég þarf að fara til að fá eitthvað svona við þessu. Af því að ég hugsa alltaf hvernig þér líður og hvernig þér líður, hvernig öðrum líður. Og leið og að kemur eitthvað tæknileg mistök af minni hálfu, þá panika ég, skilurðu, og þá held ég að þið vilji bara fara. Þetta er eitthvað manía, sko. Ég verð að finna eitthvað út úr þessu. Hver pantaði þessa pítsu? Það var eitthvað útlendingur. Ég held að við getum rætt hérna, við getum haft svona spiritual horni í þættinum einhvern tímann. Því að ég er, sko, þó ég kannski líti út fyrir það með skeggið og hárið, þó ég hati hippa. Þá er ég komin meira svona inn í hippafræðin. Búin að lesa bækur buddhisma og fleira og farin að huglega. Okay. Það hefur hjálpað mér mikið. Þannig að ég er tilbúin að taka þið undir svona hippa vængin. Tilbúin að hjálpa mér. Getur fengið Geir til að kenna Jóa að huglega. Jóa? Og hvað Jói ná að gera það meðan við kýtlum hann í byrni. Mér langar samt að láta hann lesa eitthvað hræðilegar fréttir og kýtla. Byrjum á þannig bara. Lesum við eitthvað alveg fréttir og kýtlum hann. Svo reyni ég Geir að hjálpa hann með að fókusa. Við getum haft þið að leiðbeina spiritual þætti. Ég er búin að hafa mjög gaman að þessu. Ég er svona orðin meira og meira
inn í hugan, svona, það svona, já, til dæmis fyrir mig var 2017 sko ár heilbrigðis, bæði andlegt og líkamlegt fyrir mig. Líka lítur mjög vel út. Já, þetta, og ég segi að ég byggði upp andlegu hliðina sem hjálpaði mér með líkamlegu hliðina. Ok. Það kom mér á óvart að helvítis hipparnir höfðu rétt fyrir sér með þarna hugleiðsluna. Hvernig hugleið? Er þetta Kama Sutra? Nei, hérna Jú. Kundalini eða? Þetta er allt saman. Allt saman. Kama Sutra og Kundalini. Þetta er ég vissu ekki inn í trúlegum málum. Þetta er svona já, við tölum bara um það í næsta. Tölum bara um það í næsta. Herðu, hérna hafa svona húk á næsta húk. Við skulum, nú eru bara 2 vikur þangað til við gerum þetta næst, skilur. Já. Og nema okkur þetta eitthvað sniðut við takk ég er alltaf að stoppa mig, ég ætla ekki að segja gott fólk. Goddammit, ég segi það samt alltaf. Já, ég ætla ekki að segja bara gott fólk, takk fyrir. Takk fyrir. Sagði þú það? Ég sagði það. Þú mátt ekki nota það mitt eitthvað. Þú ætlar að spara þetta gott fólk, en ég tók bara það. Herru, næsta þætti eftir 2 vikur, texti eftir Geir Konráð. Já. Og tónlist eftir Saman Bjarna. Já, hlakka mikið til. Við sjáumst. Bye.